Komið þið sæll eða sæl, hver sem að horfa. Velkomin í kalda pottinn þessa vikuna. Hjá mér stödd Þórunn Wolfram Pétursdóttir. Dr. Wolfram, kölluð. Velkomin. Þakka þér fyrir. Við byrjum á því að skáli í Jesú lagi. Já. Sagan segir að þú sittir ekkert rosalega trúið. Nei, dúfus, þarna megin. Og spánski hundurinn hérna sem stífur þarna megin. Það er betra að hafa dýrin með. Það alltaf betra. Skál fyrir því. Og þá fyrir dúfus niður og tekur alla athygli. Ja. En þetta sem sagt heimiliskötturinn. Flottust. Hello dúfus. Já. Verður þátturinn byrja. En Wolfram, spurt er. Í nafni Wolfram? Nafni Wolfram. Þetta er svolítið sérstakt í íslensku nafni, Wolfram. Já, ég hef ekki langt síðan ég tók upp þetta nafn. Þetta er nafnið hans afa sem kom frá Danmörku. Innflytjandi. Og mamma fær þá sjálfkrafa nafni því reglunar eru þannig. En svo eru börnin, bara börn þá svona, ekki dætra, sem fá þetta svo sjálfkrafa. Þannig þú fékkst ekki sjálfkrafa? Nei. Og var einhvern veginn aldrei búin að hugsa það þannig að þetta ætti að vera eitthvað sem ég héldi við, bara til að heyra minningu afa og ömmu náttúrulega, sem þó varð Wolfram þegar þau giftust. Og það er bara örfá ár síðan ég bætti sinni í nafnum mitt og mér finnst þetta eins og þetta hafi alltaf verið. Já, hlæðið vel. En ég get sagt þér það var svolítið skemmtilegt með hann afa, Jóhann Wolfram, afa minn, sem heiti mörgum árum á Skeiðarársandi að leita gullskipinu, hét Wapenfahne Amsterdam. Já, elskaði það. Hann var sem sagt ekkert á leiðinni til Íslands. Hann var eftir seinna stríð, að þá var hann á leiðinni með vini sínum til Kanada, bara að fara og leita sér að betra lífi. Og stoppaði á Íslandi, á Kirkjubæjarklaustri að vinna fyrir farinu áfram og hitti þar ömmu, heimasætt í sveitinni. Fór ekkert lengra. Hvaða sveit? Kirkjubæjarklaustri, þetta er Mörtunga á síðu, það er svolítið svona æskustöðuna mínar svo líka. Þannig að hann var bara innlimaður í íslenskt samfélag? Já, eiginlega svolítið. Hann innlimaðist reyndar aldrei alveg. Hann talaði alltaf og var skrýtnu dönsku. Ég get ekki talað eins og hann. Hann lærði aldrei íslensku, en svo hætti hann eiginlega að tala dönsku líka. Það var eiginlega svona hans tungumál. Ekki sem að fæstir skildu, kannski? Já, þú þurftir allavega að þekkja hann held ég til þess alveg að skilja. Hann kallaði Jó danski á sandinu, sko. Þegar þekkti þetta vel, kunnaði málið hans. Hvernig líður með það að vera dönskum ættum? Það er nú kannski ekki alveg. Ég er rosalega hreykin af því. Ég er svo hreykin af afa, ég er svo hreykin af þessum bakgrunni. Og ég er alltaf að æfa að tala dönsku. Gengur það bara illa. Ég elska Danmörk. En við vitum það bæði að danska er í sjálfu sér ekki tungumál, heldur hálssjúkdómur, þannig að komið fram áður. Já, það er náttúrulega fyrir eftir hver er að tala það. Það er gott við gátum tala þetta, en segðu mér annað, er fjölskyldið það upprunalega þarna í sveitinni, eða dreifðist hún bara svona allt land, eða hvernig gerðist þetta? Sko, móðir mín er ættuð frá Mörtunga síðu, amma kom þaðan, Ólöf, og faðir minn er reyndar ættaður frá austan og svo kallaðir Gunnhilda gerði sætt og einhvers staðar af Vesturlandi og sama með líka stjúpfaðir minn. Hann er líka ættaður af Vesturlandi og fleiri stöðum. En ég einhvern veginn sjálf tel mig alltaf vera svolítið af austan, sko, úr Vestur-Skaftafellssýslu. En það var að því ég var sem krakki alveg ofboðslega mikið í sveitinni. Ég hef verið svona 5 ára örugglega þegar ég fór að verða alltaf sumarlangt. Bara frá því einhvern tímann miðjan maí, bara skóli var búinn þegar ég byrjaði í skóla og helst fram yfir fyrsta safn á hausti í september og svo alla páska og þannig að rótin er einhvern veginn mjög föst þar. Þannig að þú ert svolítið sveitastelpa. Ég er algjör sveitablaðra, sko. En hvað, mamma flytur svo í borginni eða hvað? Nei, mamma bjó náttúrulega aldrei í sveitinni. Amma og afi, amma er að uppalinn á Mörtungu. Og amma og afi bjuggu svo í bænum og mamma og systkini hennar eru fædd og uppalin þar. En mamma var það var svolítið sama með þau systkinin, þau voru alltaf líka í sveitinni, þá hjá ömmu sinni og afa. Og svo voru við allavega nokkur af svo börnum þeirra sem voru líka alltaf yfir sumar. Þetta svona hefðin hélt áfram af því að það voru sem sagt systkini ömmu,
hún Helga frænka og Ragnar frændi og Jón afi, þá langafi, sem bjuggu í Mörtungu þegar ég var lítill krakki og ólingur og fullorðin kona. Afi dó reyndar 74, held ég að verið frekar 76. Amma Þórunn, sem ég skýrði eftir, hún dó áður en ég fæddist, þannig ég kynntist henni aldrei. Men þannig að þú ert sem sagt fæðið sem borgarbarn. Já, ég alveg upp í Garðabæn. Garðabæn, Jesús minn Þórunn, Jesús minn. Pappa og mamma voru frumbyggjar á Hraunsholtinu í Garðabænum. Og það einhver hæðin sem að keyrir yfir áður en maður kemur svo niður í Engidal og kemur yfir í Hafnarfjörð, eftir Hafnarfjarðarveginu. Og þau fluttu þangað þegar ég verið, hvað ætli ég að verið, 5 ára eitthvað svoleiðis. Keyptu sér þá íbúð, en byggðu svo hús við þá sömu götu. Áður en þetta var svona sjálfstæðisbæli. Þá hét þetta Garðahreppur. Ég efast að hafi verið mikið sjálfstæðisbæli þá. Því að þetta var náttúrulega bara að byggjast upp úr engu. Þetta var svona svefnbær. Og þarna var náttúrulega, svo byggt af einbýlishúsum. En Garðabær var að byggjast upp. Náttúrulega á þessum tíma þegar pappa og mamma að byggja húsið sitt. Og hefur náttúrulega stækkað gríðarlega mikið síðan, sko. En þar var ég náttúrulega í skóla. En í sveitinni svo alltaf á sumri. Já, en við þurfum aðeins að fara inn í Hlíðargötu. Já. Við erum stödd hérna á Gömlu borg, sem er byggð 1929. Já. Og það brjála veður úti og þetta hús andar svo vel að blómið fyrir aftan þér og flegi ferð. Það er ástæðan fyrir að það er allt orginalt, að því andar svo vel húsið, það er ekkert mikla. Já, gott, ég fór í ullapeysu. Já. En aftur að þér, og skólagangan þá í Garðahreppi væntanlega? Já. Og klárar skólagöngu þar? Já. Bara þetta hefðbundna, náttúrulega bara í Flatarskóla sem barn. Reyndar í 6 ára bekk, sko, þá var skólinn of lítill, þannig að við í 6 ára bekknum vorum keyrð út á Garðaholt, þar sem Garðakirkja er. Og vorum í gamla samkomuhúsinu þar í 6 ára bekk. En svo upp í skóla, í Flatarskóla, Garðaskóla og kláraði bara eins og lög gera ráð fyrir, sem þá hét 9. bekkur. Já. En hvernig gekk þér í skóla? Hvernig varst það þrífast? Í skólanum? Já, ágætlega í skólanum. Ég fannst alltaf gaman að lesa og læra. Ég var ágætis námsmaður. Mér fannst þetta samt eftir því sem að ég eldist. Ég þurfti að hafa svo lítið fyrir þessu. Ég bara segja þetta bara alveg eins og þetta var. Ég þurfti að hafa svo lítið fyrir þessu, þetta var svo lítið mál. Og svo náttúrulega þegar árin bætast við í grunnskólanum, þá verður námsefnið þess erfiðara. Þannig ég þurfti að fara að hafa þess meira fyrir. Þannig ég svolítið misti niður þráðinn kannski á síðasta árinu, en náði samræmdu prófunum og allt það. Ég fékk sko, ég held að ég verið A, B, C, C, eitthvað svo leiðis, í samræmdu prófunum. Var komið A, B, C þá? Já. Ok. En hvernig barn varstu það? Ég var, sko, ég mikið búin að hugsa þetta, eins og gerist kannski þegar maður er komin og eftir miðjan aldur, þú veist, hver er ég? Akkur er ég svona, akkur bregst ég svona við, hvað í mér veldur ykkur þess og hinu? Og ég er eiginlega búin að komast að því að ég held ég að vera mjög einmana barn. Já. Ég held að það veri sko upplifunin er svo að því að ég sést svona á undan barn, ef ég getur sagt svo. Mamma var mjög ung þegar ég fæddist, hún var bara 18 ára og hún og blóðfæður minn voru sérst ekki í sambandi og kynnist nú fljótlega eftir því sem ég best veit, stjúpföður mínum. Það er einhvern veginn aldrei farið alveg inn í þessa sögu, þannig ég bara hreinlega veit það ekki alveg. En þannig ég ólst mjög mikið upp hjá móðurömmu minni og afa, danska, og var mjög mikið í sveitinni líka, hjá þá ömmu systkini mínum, sem voru líka búin að taka að sér 3 munaðarlaus börn, ekki munaðarlaus, þau voru náttúrulega áttu föður, en mamma þeirra, sem var systir ömmu, dó frá þeim þegar þau voru mjög ung, og systir þeirra, hún Helga frænka, gekk þeim í móðurstað. Þannig að hún flutti með þau í sveitina og faðir þeirra var bara sinni sinni vinnu í bænum og kom að heimsækja þau og allt það og var alltaf mjög mikið í sveitinni. Þannig að það var svolítið umhverfið í sveitinni. Og ég einhvern veginn, sko, tilfinningin frá að hugsa tilbaka að ég einhvern veginn tilheyrði svolítið hvergi. Rosa skrítið, því ég veit að ég var elskuð, ég veit það. Ég veit að mamma elskaði mig í klessu, amma elskaði mig í klessu og pabbi, báðir feður mínir.
En einhvern veginn þá voru aðstæður þannig að ég var rosa afskipt í upplifunin mín. Ég veit að voru allir að gera sitt besta. Já, ég var mjög einmana. Varstu þá mikið ein í einmanleikanum eða varstu innan fullt af fólki með einmanleikanum? Hvernig? Ég náttúrulega var í sveitinni og heima líka, ég leitaði mikið í bókina. Ég elskaði að lesa. Ég náttúrulega bjó bara til minn eigin heim í bókinni. Og ég meina, ég las allar þjóðsögur Jóns Árnasonar, alveg sama hvort það var álfa eða marbendil eða tilbera eða draugasögur, bara allt. Og allt sem ég komst í og bjó bara til mínar útgáfur af hvar var gott að vera, tilfinningin þegar ég hugsa það tilbaka. Og ég meina, ég átti alveg vini eins og í skólanum og í umhverfinu heima, en það slítur rosalega í sundur þegar þú ert ekki til staðar svona langan tíma af árinu, tekur ekki þátt í neinu sumarstarfi eða neinu slíku. Þú sér að ég er alveg fram að 13-14 ára er ég alltaf í sveitinni við sumarið. Varstu að fíla það? Varstu að njóta þess að vera í sveitinni? Eða var það bara svona eins og var gert í þá daga eins og ég var sett bara í sveit til að leta heimilinu? Já og nei. Já og nei, já að því ég elska að vera kringum dýrin og heimalingarnir voru vinir mínir og vera að bauka í að búa til drullubú og alls konar eitthvað svona dótaræði. En svo var þetta samt líka gamli tími mjög sterkur og fjölskyldan mín og sérstaklega á þessum tíma. Það var að tala 1970? Já, 70 fram yfir 80, fram að 80, að fólk talaði ekkert af sér. Nei. Ef ekki segja það svolítið svoleiðis. Kannski tilfinningar var nú ekkert alveg það sem var verið svona að bera borð í morgunmat. Tilfinningar höfðu ekki nöfn í þá daga? Nei, en Helga frænka í sveitinni, hún var allt rosa hlý. En þetta var samt svolítið einasta svolítið geymslustaður og svo var það ekki til siðs á þessu tíma heldur að taka börn úr sveitinni þegar það var eitthvað annað verið að gera. Þannig að það var svo oft svo fólk að koma í heimsókn í sveitina, en ég var alltaf eftir. Þú veist, amma og afi kom í heimsókn og svo stóð maður við klukkan alveg bara tárin, þú veist, bara bæ. Skilja mig eftir. Já, mamma og pabbi með systkini mín og mér kannski minnist aðeins þegar að blóðfaðir minn, Pétur, hann átti það til að koma á Volvónu sínu með alla sína fjölskyldu, renna í hlað, ekki til þess að það var út úr bílnum endilega, en renna í hlað bara svona til að kasta kveðju á mig. What? Það var svona hæ og bæ? Já, ég veit ekki af hverju, það var eitthvað verið fyrir hann, langa kannski sína þeim hvar ég væri við eitthvað, en fyrir mig var þetta rosa erfitt, af því ég var aldrei með. Þannig að einmanleikinn var hann alveg í þessu? Já, en á móti kemur að mér samt ég upplifi ekki með að lifa eitthvað illa þannig, en ég var rosa einmann. Og týnd einhvern veginn í að tilheyra ekki og það sýnir sig náttúrulega svolítið vel að ég er náttúrulega farin að heiman þegar ég er bara búin að klára 9. bekk þá fer ég að vinna út á Höfn eða Hornafirði. Ég hafði farið að reyndar sumarið áður líka að vinna í fiski eða humri en fór svo þarna austur strax 15 ára gömul og var 16 ára haustið svo. Og það segir mér náttúrulega í dag að mér leið ekkert vel. Alveg sama þó allir væri að gera sitt besta, þá var einhvern veginn bara, ég bara rosa týnd. Hvað heldur að olli því? Ég meina, var þetta bara tíðarandinn eða var þetta eitthvað í þér? Eitthvað? Það er góð spurning. Ég held að verið meira mín upplifun svo að því náttúrulega að aðstæðuna voru svona ég á undanbarn og mín blóðfaðir og mamma og stjúpabbi, það var ekki gott samband þarna á milli og aldrei neitt talsamband. Ég var aldrei neitt hjá honum þegar ég var krakki. Ég fór mjög mikið til ömmu og afa, pappa hans og mömmu, af því að amma Ólöf, hún og amma Sigga ákváðu það að barnið þyrfti að þekkja foreldra sína og ættingja sína og komið því bara sambandi á. Þannig að ég fór alltaf frá
heimili mínu til ömmu og afa og þaðan svo til hins ömmu og afa og sama tilbaka og þetta var aldrei rætt neitt. Ég átti bara svona parallel universe einhvers staðar í einhverju öðru fólki sem ég upplifði kannski þekkt ekki mikið á þessum tíma en ég hafði hvergi vettvang til að tala þá upplifun nema hjá ömmu Ólöfu. Og ég held að þetta einhvern veginn hafi svolítið og að vera í sveitinni og vera, þú veist, með systkinahóp sem voru ekki mín systkini en systkini sem ég dáði og leit rosa upp til en var samt aldrei hluti af þeim í eiginlegri skilningi. Og heima náttúrulega, ég átti náttúrulega mitt herbergi og systkinin í kring og annað Hvað sagði ekki inn? Nei, en þegar þau voru að gera eitthvað á sumrinu þá var ég aldrei með. En ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta, en það verður einhvern veginn held ég til þess að þegar ég fer inn í fullorðinsárin, að þá ég einhvern veginn svona björn tímt, þú veist, hvar minn staður, hvar á ég heima, hvar tilheyri ég? Fannstu staðinn, þú fórst það heima? Að einhverju leyti, já. Ég var ægilega skotin í strák. Jesús, já. Þú fyrst ekki hlusta á það? Nei, ekki hlusta á þetta, ekki satt. Jú, þú voru að hlusta á þetta. Ég var ægilega skotin í strák þegar ég var tæplega 16 ára og við fórum að draga okkur saman. Hann var 5 ára eldri en ég, 21 árs. Og það endaði þannig að ég var flutt heim til hans vorið eftir. Bara 16 ára? Já, 16 og háls. Það skulum ekki að gera lítið úr þessu. 7 daga. Já, hann bjó í Sveitabæ. Og og er náttúrulega bara góður gaur og á yndislega foreldra. Þannig að ég einhvern veginn fann svolítið tilgang og tengingu þar. Þannig þér var tekið opnu armum? Já, rosalega vel. Og mamma hans og pabbi, en aðalega mamma hans og amma hans á næsta bæ, þeir urðu svolítið bara amma mín og mamma mín. Og systur hans og systkini urðu einhvern veginn systkini mín líka. Ég var svo ung. En aftur, ég vil samt ítreka það að sjálfsögðu var ég náttúrulega líka með baklandi í mömmu og pappa, þó að ég upplifði þetta svona. Og svo þegar náttúrulega 2 börnum seinna og ég aðeins eldri og bara, þú veist, þetta ekki staðurinn minn. Þannig þú ert þarna frá 16 ára til 24 ára. Og 2 börn? Já. Með kærastanum eða manninum? Já. En hvað gerðist þarna? Af hverju var uppeyja þarna? Af því að við virðum voða skotin en svo gerðum við ekkert meira með það. Og þetta var einhvern veginn já, en ég veist hvernig þetta getur gerst Praktískt samband? Nei, svo var í raun og veru ekki kannski tenging til þess að vinna áfram með. Þú veist að hrifningin þarf að þroskast og þróast yfir í ást og elsk og þú viljir, þetta staður sem ég vil vera á. Við komumst aldrei þangað. En þá, mamma var búin að segja við mig þegar ég flutti í sveitina, þú veist Þórunn mín að hvernig sem allt þá áttu alltaf stað hjá okkur. Ég ræð, eins og ég þurfi ekki á því að halda. Ég komið þar sem ég verð alltaf. Ég stór stelpa. Já, en svo þarna, 24 ára gömul, þá tóku pabbi og mamma, þess að stjúpabbi minn, ég tala alltaf hann Gunnar sem pappa minn, því hann náttúrulega sá sem ól mig upp. Og þá tóku þau mér með opinn faðminn ég bara gjörðu svo vel og bara börnin inn á heimilið og hjálpuðu mér að fóta mig áfram í lífinu. Ég náttúrulega alveg ómenntuð. Vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera og hvað ég ætlaði að verða því ég var stór. En þau hjálpuðu mér að komast á stað í að fara að lifa mínu lífi. Bara æðislegt. En aftur kannski í sveitina, varstu þá að vinna við hefðbundið bústörf? Í sveitinni? Já. Eða, bara mömmu og memi og allt þetta? Já, þarna, já, meiri segja Þetta var á þeim tíma þegar átti nú aðeins að reyna að peppa upp íslenska landbúnað og fara að koma með nýsköpun í landbúnaði. Já, og þá var annars vegar hægt að fara í fiskeldi eða loðdýrarækt. Og við, unga parið, ákváðum að fara í loðdýrarækt. Af því að hann var menntaður búfræðingur frá Hvanneyri. Á Hvanneyri og hafði tekið einn áfanga í loðdýrarækt og ég náttúrulega vissi ekkert. Við fengum engar síður styrki og mjög ódýr lán frá ríkinu til þess að byggja upp loðdýrabú
Ógeðslegu búskapur, bara sorry to say, Vægast sagt hræðilegt. Ég bara fæ næstu í martraðir ennþá að hugsa að hafa tekið þátt í þessu, en þetta var á þessum tíma. En ég stundum hugsa líka bara hvað var í gangi, hvernig gat ríkið fara á stað að byggja upp nýja búgrein og byrja ekki á að þjálfa fólki sem átt að starfa við það. Þetta var svo galið. Bara styrkir út allt og... Já, og dýrlán. Og svo náttúrulega bara fór þetta að fallit eins og gerðist á þessum tíma, þetta lifði mjög stutt. Minkabúin, minkuðu. Já, og refabúin og allt þetta dótarauð. Við vorum bæði sko í ref og mink og það er reynsla sem ég hefði alveg viljað sleppa við. En ég þekki þá allavega hvað þetta er. Ég þekki hefðbundinn búskap mjög vel. Og ég var líka með ferðaþjónustu, var stofnaði á ferðaþjónustu bænda 19 ára, rak ferðaþjónustu félagsheimili í sveitinni. Góð. Góð. Og voru einhverjir ferðaþjónustu? Já, það var rosa lítið og hugsa það, sko, þetta er í kringum 90, rétt fyrir 90 og í kringum 90. Já. Ári? Cirka, sko frá eftir 24. júní og fram að verslunarhelgi, þá var alltaf reytingur. Það var meira Íslendingar samt heldur en útlendingar. Já. Og mér fannst þetta rosalega gaman. Hitta fólk og taka móti fólki og spjalla og bæði náttúrulega við íslenska ferðamenn og erlenda. Þannig að ég prófaði þetta líka. Ég er ekki viss ég myndi nenni þess í dag í þessari, sko, þetta er náttúrulega svo stór iðnaður, en þarna var þetta kannski svona eins og handverk. Já, svona hliðarpródúkt. En þá ertu komin í bæinn með 2 börn? Já. Ok, og hvað svo? Ég meina, bara... Já, ég fór að byrja að baksa við að ná mér í einingar í framhaldsskóla til að reyna að koma mér áfram í að gera eitthvað, læra eitthvað. Mér langaði það. Ég náttúrulega missti af þeim tíma þegar jafnaldrar mínir fóru í framhaldsskóla, þá var ég bara eiga börn og hugsa kindur og eitthvað svona, byggja hús í sveitinni. En þegar ég var búin að ná í nógu mikið einingum til þess að geta farið áfram í eitthvert nám, þá valdi ég að vara í Garðyrkjuskólanum í Hveragerði. Í umhverfisfræði í Garðyrkjuskólanum í Hveragerði. Einfaldlega, bæði náttúrulega var áhugavert nám, en líka þetta var eina námi sem var lánshæft. Já, þannig að það var svolítið valið fyrir þig. Já. Þannig að ég fór þangað með krakkana og við byggum 1 vetur í Hveragerði og byggum svo seinni veturinn í bænum. Og það var rosalega gott og góður staður að vera. Hveragerði tók vel utan okkur og skólinn náttúrulega bara mikið búst. Ég náttúrulega upplifði, ég var búin að missa lestinni, 25 ára líklega þegar ég fyrir þarna inn í skólan. Já, ég minn einni með 2 börn. Ég var með 7 ára og 5 ára barn þá og mæti í skólan alveg bara gamla konan. Ég var næst yngst í bekknum. Við vorum ekkert mörg, en það er sama. Og í skólanum, þetta var náttúrulega hlutfallslega eldra fólk, en blandað samt. Frábær hópur. Já. Frábærir kennarar og þarna var kennari sem setti svolítið línuna fyrir baukinn minn að fara að tengja og fara að byrja að vinna hlutina og setja í samhengi. Hann heitir Einar Valur Ingimundarson. Alveg rosalegur umhverfispöngari og var alltaf alveg svolítið á móti af því það þarf líka. Hann kenndi okkur mikið. Já, gagnrýna hugsun. Hann kendi okkur gagnrýna hugsun. Og ítt undir það. Já. Vel gert. Já. Og hvað? Þú klárar þennan skóla 2 ár? Já. Og hvað tók við í? Heyrðu, svo bættist við barn og samband og bara allt bara á góðu róli og ég hélt áfram að taka einingar svo í kvöldskóla bara og svo dagskála, reyna bara að safna upp í stúdentspróf. Hvað varst að vinna á þessu tíma? Ég var að vinna í Hafnarfjarðarbæ, ég var í unglingavinnunni, yfirflokksstjóri, alltaf á sumrin og svo heimavinnandi húsmóðir með 3 börn líka veturnar. Já. Svona hefðbundið. Í sólegarsló? Ekki alveg, en svona kannski ekki alveg, næstu bara við, kannski. En bara rosa gaman og allt gekk bara ljómandi vel. En svo mér gengur svolítið illa, mér alltaf gengið rosa vel einhvern veginn að sjá fyrir mér og mér langar að læra eitthvað, gera eitthvað. En svona leiddi það svolítið bara eitt af öðru, bara eins og með Garðyrkjuskólanum, svona ég fór þarna, var spennandi, en það er því að lífið raðaði svolítið svoleiðis. En mér langaði svo mikið að fara í háskólan og var að hugsa líffræði og vistfræði
Og það kom eiginlega svolítið til að því frænkur mínar í sveitinni, sem að voru svolítið uppeldi systur mínar, þær hefur báðar lært líffræði. Þannig að ég var svolítið horfið upp til þeirra, einhvers staðar ég líka búin að hugsa það, akkur valdi ég þetta? Og það var svolítið það. En Og lítið tilbaka, myndirðu hafa valið þetta saman? Ég veit það ekki. Mér finnst það rosa gaman, en ég hefði hugsanlega farið aðeins aðra leið. Af því ég er alltaf búin að vera eins og ef einhvern tíma verið kölluð svolítið ísbrjótur í því sem ég er að gera í náminu. Mér gengur ekki rosalega vel að fara í fótspor annarra. Ég þarf alltaf að fara og finna mína leið. Þú læt ekki segja mér. Nei, það er svolítið stundum. Nei, Þið heyrðu þetta, góðir áhorfendur? Þið heyrðu þetta. Það er kona sem lætur ekki segja sér. En áfram með spjallið, ég vildi bara dokumentera þetta. Ef ég skildi að hafa sambandulegt fræðingsfar. Það þarf bara að hafa yfirsýn og yfirsýnin er ekkert endilega inn í þessum sílóum sem menntakerfi hefur byggt upp. Og þá þarf maður að geta tengt þverfræðilega, þverfaglega. Og það er stundum svolítið erfitt. Af því allir segja, já, þetta er rosa sniðugt, já, en ég get eiginlega ekki hjálpað þér. Já, þetta er rosa sniðugt, já, en þú voru að tala við þennan frekar, þú voru ekki alveg inn í þetta. Svona startup. Í pínu, já, ég er svolítið... Startup orku. Já, ég er svolítið þar. Ég hef stundum fengið að heyra það, hvað Jólkan í ósköpunum hefur þrifist sem opinber starfsmaður svona lengi. Þessi orka á ekki heima í opinbera starfsgeiranum. En ég hef líka komist svo sem að því, ég gengið ansi ofta á veggi og ítt undir glerþak. En höldum söguþræði, það er svolítið atriði, Dr. Wolfram, að þarna ertu búin með garðyrkjuskólann, ertu þá byrjað að vinna við þetta eitthvað, eða? Ekki nema þá óbeint í kringum sem yfirflugstjóri og hjálpa til í unglingavinnunni. Svona einhverjum umferðareyjum og eitthvað svona? Já, þú veist að sjáum, það var uppgræðsluverkefni í Krýsuvík og alls kyns stótar af því. Og svo tekur námið lengra? Já, en það er svolítið fyndið, ég verð eiginlega að segja það. Ég er náttúrulega með minn sveita bakgrunn og ég veit alveg hvað girðingarstrekkjar er. Ég hef alveg komið nálægt því að girða, þú veist, að reka niður staura með girðingarstrekkjara. Nema að það strax þar, þá vorum við að vinna þarna saman, það voru maður sem stýrði vinnuskólann á þessum tíma, unglingavinnunni, og við vorum 3 flokkstjórar, yfirflokkstjórar. Og svo þurfti að fara í eitthvað verkefni þar sem var eitthvað girðingaflokkur, en þá fekk sá gaurinn sem var að vinna með mér, sem vissi ekkert um þetta, hann fekk það verkefni, ekki ég, af því hann var strákur. Og þetta hefur svolítið verið sagan, og kannski er þetta ekki bara mín, heldur bara almennt okkar kvenna, sumt eru bara kallastörf. En Það er nú að breyta svolítið í dag. Ég vona það, en þarna á þessum tíma, mér finnst þetta alltaf svolítið fyndið, ég veist hvað girðingarstrekkjari var, hann vissi það ekki. En hann fikk djópið? Já, en mér langaði í meiri nám og ég var ekki búin að klára stúdentinn, ég var komið með ígildi, en vantaði einhverjar einingar til að geta komið þessu inn á einhver ákveðna braut. Þannig að ég ákvað að sækja í háskólanum, bara á þessum tíma var það hægt, það kannski hægt í dag líka, 25 ára og með ígildi stúdentsprófs, eða eldri en 25 ára með ígildi stúdentsprófs. Og með lífsreynslu sem að... Já, en á sama tíma, að því ég hef alltaf haft alveg óbóðslega gaman að því að syngja, þá ákveði ég einhverju bríari að sækja í FIH og fór líka í inntökupróf þar. Og þá var ég svolítið stressuð og bara, þú veist, ég bara inntökupróf í FIH og bara bruna á staðinn. Og var ekkert alveg áttað með því að ég hefði kannski þurft að vera búin að ákveða að ég þurfti að æfa eitthvað lag og vera búin að ákveða hvernig ég ætlaði að syngja það. Þannig að ég mæti inntökupróf og var bara, já, hvað ætlaði þú svo að syngja það? Já, ég veit það ekki. Ég man ekki einu sinni hvað ég söng. Alveg rosalega stressuð. Og þetta fór aftan í skurð. Já, ég var alveg rosa ánægð eftir að ég gat þetta. En ég var svo feimin. Nei, ég þekki ekki einhverju.
Maður á ekki að hlæja því. En ég fékk inngöngu í háskólanum, í landfræði í háskólanum. Vel gert. Þannig ef ég hef fengið inngöngu FIH, þá ég ennust eitthvað stær að reyna ennþá að rembast við það. Verðum í jólatónleika eins og allir hinir í höfnum. Já, hugsanlega. Eða ekki. Já. Eina þeir sem fengi aldrei styrk, kannski, ég veit það ekki. En ég allavega komst inn í hérna landfræðina. En þú ert ennþá að syngja? Í svona spari. Mér finnst það rosalega gaman. En hérna, ég ger ekki mikið og kannski bara allt og lítið. Já, við komum að því síðan. Við komum að því aftur. Já. En já, ég sést komst inn í landfræðina og fór í hérna gegnum fyrsta árið þar. Það var rosa gaman. En ákvað svo og fyrst á annað árið, en langaði svo að meira að fara inn í eitthvað svona náttúrutengt. Og inn í eitthvað sem tengist sko landnýtingu og sjálfbærni og vistkerfum og eitthvað svona. Mér fannst það allt í einu alltaf rosa spennandi. Og líka, það var það rosalega tengt því að mér hafði alltaf langað að fara upp á Hvanneyri í bændaskóla. Semst í búfræðinám? Já, nei, bara í bændaskóla Hvanneyri. Mér fannst þetta eitthvað svo spennandi staður. En þeir kenna búfræði? Já, en þeir voru líka með það sem tengist landnýtingu og öðru slíku. Já, svoleiðis. Þannig ég fékk fyrst af öllum að fara, að því að landfræðin var á þessum tíma 3 ár og þessar 90 einingar sem þetta var, það voru 60 einingar sem voru fast og 30 einingar var val. Og ég fékk að fara sem skiptinemi frá háskólanum upp á Hvanneyri, þá var ennþá kennt bara á háskólastigi annað hvert ár og ég fékk að koma þessi skiptinemi í námi þar. Skiptinemi, svona innanlandsskiptinemi? Já, og svo þetta orðið mjög algengt í dag. En á þessum tíma þá var ég fyrst. Og tók þá þarna fög sem voru tengd, já, þessu, landnýtingunni og hérna sjálfbærni og svo var það sem stóð upp úr, að það var landgræðslufræði. Og þar hitti ég fyrst svo fólki sem eitt eftir að vera og hafa mjög mikil áhrif á mitt svona fræðilega líf og fræðilega áhuga á hvað ég myndi svo gera næst. Og það voru þeir bræður, Andrés Arnalds, sem var þá hjá landgræðslunni, Ólafur Arnalds, prófessor við Landbúnaðarháskólann. Okkar maður, hann í einum af þáttunum okkar, Ólafur Arnalds, flottur. Og konan hans, Ása Aradóttir, sem líka prófessor við Landbúnaðarháskólann. Og það eiginlega vöktu þessi 3, Óli var reynda búinn að kenna mér líka í landfræðinni, í jarðvegsfræði, mér fannst það líka mjög áhugavert og skemmtilegt. En það voru þessi 3 sem vöktu áhuga mín á bara, já, heyrðu, þetta rosa spennandi. Að það þessi stóra mynd sem tengir sko landnýtingu og sjálfbærri auðlindanýtingu. Þannig ég fór alltaf svo áfram í gegnum þetta. Ég kláraði svo BS-námið mitt frá þá háskólanum og flutti mig svo alveg upp á Hvanneyri, tók eina í lífinu og fór svo áfram þar í áframhaldandi nám. En á sama tíma byrjaði ég að vinna fyrir landgræðsluna. Og það var eiginlega fyrir tilstuðlan Andrésar, ég fékk sumarstarf hjá landgræðslunni. Hvað ár eru það? Það er 2001-2002 og tók svo við stöðu héraðsfulltrúa landgræðslunnar á Hvanneyri og Vesturlandi og Vestfjörðum 2003. Í bara 1. júní 2003. Fer svo í meistaranám og hérna, já, fyrir að vinna við þetta. Að leiðbeina þá fyrst bændum og landnotendum sjálfbæra landnýtingu og landgræðslu og sinna öllum verkefnum fyrir landgræðsluna á þessu starfsvæði. Hvernig bændur komst á bæinn og að segja, hérna, þú settu tré hér eða ekki þennan arfa hérna þetta niður túnni? Ekki tré, en náttúrulega þú veist að bæta landnýtinguna, þannig að það sé ekki verið að beita illa, hvort sem það eru kindur eða kýr eða hross og líka þá að græða upp og friða landjafnvel fyrir beit og svo framvegis. Varst þú í því? Já. Þú eru ekki verið kannski vinsælasta manneskja þá á mörgum bæjum? Jú, veistu það tók allir mér rosalega vel og veistu út af hverju? Af því ég kann þetta tungumál. Já, bændatalið? Já, ég hafði verið bóndi sjálf í sveitinni. Ég kann allt kindurnar. Allt í rekum og skjólum og svona? Já. Nei, þannig að sko fyrst var þetta svolítið, þú veist, bara hvað hérna ljósar bláeð kona hérna sem allar, þú veist, heldur hún geti sagt okkur eitthvað hérna, þú veist, að Sunna. Að fyrsta síðan spurði þegar ég kom á Hvanneyri og hvaðan ert þú?
Garðabæn, já, nei, þú veist bara næsti, hvaðan ert þú? Ég er líka sent sko rættuðu sveitinni. Nei, þannig, sko Þetta leifar torfbænum. Þetta er svolítið það. En þeir bændur og þeirra fólk, hvort sem það voru konurnar eða mennirnir, oftar voru þetta mennirnir, þetta var svolítið fastara í forminu sem voru að standa í þessum verkefnum úti, en ég hitti gjarnan á bæði hjónin, þar sem voru sem sagt hjón. Fólk tók mig rosalega vel, mér fannst þetta ofboðslega skemmtilegt, ég hitti fullt af mjög áhugaverðu fólki, en það var eiginlega svolítið sérstakt að sko eftir á að hyggja, það hefði ég eiginlega ekkert síður fyrir að vera búin að læra sálfræði. Af því að þegar þú ert búin að byggja upp traustsamband við manneskju, að þá kemur oft í að vil meira heldur en tengist akkúrat því sem þú ert að fjalla Það birtist persónan. Já, og ég man eftir því að hafa hlustað á og verið bara til staðar fyrir fólk sem þurfti bara að tjá sig. Vantaði eyru? Já. Okay. Ég lærði fullt af þessu. Mjög skemmtilegt. En svo langaði mig áfram að halda áfram að læra meira sko þetta samspil á milli, af því að ef maður er eitthvað að vinna í að reyna að bæta land og nýtingu auðlinda og svo framvegis, þá verður að ná til aðilans manneskjunnar sem er í að nýta. Þannig að það var ekki nóg fyrir maður að reyna að skilja sko kerfin, í vistkerfin, þú veist hvað þarf að gerast til þess að byggja upp þannig að þau séu mjög virk og bindi kolefni og miðli vatni og bla bla bla, heldur bara hvað er að gerast í kollinum á þessari manneskju og hjartan ekki síður. Hvað þarf til þess að við breytum frá því að breytum við, gagnvart einhver yfir að breytum hegðun. En þetta hefur alltaf verið gert svona, Þórunn? Já, ég bara manstu, ég læt ekkert segja mér. Ég læt ekkert segja mér. Nei, þú lætur ekkert segja þér? Ég er svona tréhaus stundum, segir maðurinn mér reyndar. Þetta dokumentera, hún tók á sig að vera tréhaus. Og við höldum áfram viðtalið. Maðurinn mér segir það, ég tek alltaf mark á honum. Það mér líst vel á hana mannin. Já, við komum að því betur seinna. En hvað, þú ert í þessu starfi og heldur svo áfram hjá Landgræðslunni. Er það bara næstu áratugirnir? Já, og ég er að vinna þarna alltaf hjá Landgræðslunni, samhliða því fer svo ég áfram með meistaranám, þar sem ég er að fara svona að skoða árangursmat af landgræðsluverkefni, mjög stóru verkefni, þar sem ég er að skoða hvernig var að gerast, hvað var að gerast í kerfunum eftir hvaða aðferðafræði var beitt, þú veist hvort það var sett lúpína, ekki svar á það, og eða grasfræ, eða eitthvað annað. Hvað er þessari lúpínu? Við erum ekki að fara inn í það, manstu. Og ég var að bera saman svo viðhorf fólks til þessara mismunandi ásýndar lands upp á hvar það myndi helst vilja fara í gönguferð, vilja eiga sumarbústað og svo framvegis, til þess að kanna svona huglæg áhrif af mismunandi landgræðsluaðferðum. Þetta var rosa skemmtilegt. Og alltaf var ég áfram í starfi hjá Landgræðslunni. Svo færðist ég á milli, ég var búin að eignast 4. barnið mitt þarna líka svo. Hún er svo dugleg. Ég bara multitasker, allt að gerast í einu. Og svo færðist ég á milli sviða, alltaf hjá Landgræðslunni, en komin í annað starf. Og endaði svo 2010 að þá var Íslandi í ESB-ferli. Já, samningaviðræðum við ESB aðild. Því miður var rofið. Já, og Landgræðslan var þá búin að vera í samstarfi við eina rannsóknarstofnunum Evrópusambandsins eða framkvæmdaráðs Evrópusambandsins og ég fékk rannsóknarstöðu þar, þannig ég var komin allt inn í doktorsnám. Ég var búin að ákveða mig langaði doktorsnám, ekkert endilega út af því að mig langaði að verða doktor, ekki á þessum tíma, mér fannst bara svo spennandi að því þá var ég komin ennþá dýpra að kafa og spá í, býtum við, hvernig þarf þetta að vera? Hvað er það sem við erum að horfa á til þess að við raunverulega náum árangri sem við erum að gera? Hvað þarf að gerast til þess að við breytum hegðun? Og erum við búin að ná einhverjum árangri? Sagðirðu hegðun? Hegðun, já. Hvað erum við raunverulega á árangri og ef ekki, akkur eru ekki að ná árangri? Og þá var ég að horfa náttúrulega á landnýtinguna. Ég hefði getað verið að horfa á sjávarútveginn eða ferðaþjónustuna eða allt bara eitthvað sem er að nýta einhverja auðlindir. Og svo er ég bara komin til Ítalíu í rannsóknarnám hjá stofnun sem heitir sjálfbærni og umhverfis- og sjálfbærnistofnun, hún er ekki til lengur í sama formi, búið að breyta þessu síðan þá, en ég sést þarna á Norður-Ítalíu með yngsta drenginn minn og næst yngsta barnið, hún var sést hjá okkur einn vetur og í nýju umhverfi
tala náttúrulega enskumælandi umhverfi, en svo náttúrulega öll Evrópulöndin, af því þetta svona sem sagt þar sem að öll löndin koma saman, það er fólk allstaðar frá, þannig að það eru Evrópulöndin og svo voru aðilar frá Kanada, frá Marokkó, Tyrklandi. Af hverju voru Kanadamenn þá í Evrópusamband? Eflaust bara einhver samstarfssamningar á milli, þannig að fólk kom í mjög stuttan tíma. Þú veist, flestir voru að koma þarna í 3 ára stöður, ýmist námsstöður eða sérfræðistöður. Eins og þú varst í svona námsstöður. Ég var í námsstöður. Og það er flest, þetta var mjög sérstakt umhverfi og mjög skemmtilegt, en mjög sérstakt að því að flestir sem voru þarna voru ekki komnir til að vera, að því að flestir voru, það hefur örugglega verið svona 40% hámark sem var með fasta stöðu. Svo var þetta svona uppeldisstöð, þannig að fólk var alltaf að koma og fara, þannig mikil hreyfing og mikil dýnamík, mörg tungumál, margar hugmyndir, bara, já, suðupökkur. Nei. Þarna voru sko, í þessari stofnun sem ég var hjá og þessari deild sem ég var hjá, þá var það jarðvegurinn. Já. Svo var bara allur fjárinn, sko, það er þetta eftir hvað það var. Snerist allt vistfræði, ekki rétt? Í þessari einingu sem ég var, snerist allt jarðveginn og allt í kringum jarðveginn, allt horft á allt frá jarðveginum. Og ég náttúrulega var í þannig verkefni og hefði alveg getað sett fókusin á jarðveginn, ég horfði bara á sem sagt heildina. Og þarna var ég til 2013 og hérna kom þá heim og þá var svolítið erfitt. Af því að þá var ég var í hérna launalausu leyfi frá landgræðslunni, en mér langaði ekki aftur heim. Af því að í millitíðinni þá hérna höfðu við þáverandi maður minn slitnaði upp úr okkar sambandi og hjónabandi og það var einhvern veginn allt farið. Þú veist, lífið sem við áttum á Hvanneyri, það var farið, húsið sem við áttum á Hvanneyri, það var farið og ég átti eiginlega ekkert nema dótið sem ég hafði pakkað með mér í töskuna þegar ég fór út. Og þetta var rosalega erfitt og ég reyndi virkilega að finna mér stað úti til þess að vera, mér langaði ekki að koma heim. Yngsti strákurinn minn, hann var búinn að vera í skóla þarna í þessi tæpu 3 ár, hann var svo glaður, hann langaði ekkert heim heldur, hann fannst þetta æði, kosmopolitan alveg bara hérna alla leið. En ég var ekki búin með námið, ég náði ekki að klára á þessum 3 árum, að þetta voru svolítið erfið ár líka bara út frá allir þessum breytingum og í nýju umhverfi og bara í verkefni, þar sem ég var svo heppin, Ása sem ég minntist á áðan, leyfði mér svolítið bara að fara þangað sem ég vildi. Ég var bara ofta mjög hálum ís í mínu rannsóknarverkefni af því að ég var að fara svo nýjar leiðir í að blanda saman vistfræði og félagsvísindum. Og náttúrulega bara, þú veist, þetta fólk á ekkert að gera svona, en maður gerir svona þegar maður veit ekki betur af því maður finnst þetta svo spennandi. Og svo lætur maður ekkert segja sér. Fyrir utan það, og breytingar verða nákvæmlega út af svona fólki eins og mér sem lætur ekkert segja sér. Ekki mér. Breytingar eru góðar. Breytingar eru góðar ef þær hafa eitthvað markmið. En breytingarna vegna er ekki góðar. Nei. En þarna kem ég heim, aftur, ég gat ekkert annað, kem aftur tilbaka til landgræðslunnar, ég átti starf, ég átti stöðu, ég nátti ekki starf, það var mjög sérstakt, ég skal útskýra það betur eftir smá tíma. Ég átti hvergi heima, ég var búin að reynda að sækja starf á þessum sama tíma inn í ráðuneyti, umhverfisráðuneyti og við vorum 2 sem vorum í lokaviðtalinu en hérna var reyndar valinn, sá sem var valinn átti þetta starfa algjörlega 100% skilið og ég var mjög ánægð fyrir hans hönd en ég var samt. Það var rosa erfitt að fara aftur einhvern veginn, ég var svo mikill lúser í mínum eigin huga að fara tilbaka til landgræðslunnar. Ég flutti í Gunnarsholt, ég flutti í gámahús sem var í Gunnarsholti sem hafði verið sett upp á sínu tíma fyrir flóttamenn frá Vestmannaeyjum, viðlagsjóðshús, svona harmoníkuhús sem var bak við Gunnarsholts aðalhúsi í Gunnarsholti og aftur, frábært að fá þetta, svona sem þetta að vera tekið svona fallega utan með mig, en þetta var rosalega mikil uppgjöf, þetta var rosalega erfitt. Og ég kem tilbaka inn á skrifstofu, náttúrulega full af hugmyndum og bara, þú veist, ég sanna mig, ég ætla að halda áfram með að klára náttúrulega í doktorsnám. Já, minn góði yfirmaður, en mjög mikil föðurýmynd í þessu umhverfi sem að þetta var. Sagði hún og brosti. Já,
mér þykir endalaust vænt hann Svein. Hann hefur gert alveg ofboðslega marga góða hluti fyrir mig, en leið var hann líka þumall á mér og mörgum öðrum konum sem störfuðu hjá landgræðslunni. Það verður líka að segjast, já. Þú upplifði það? Já. Og en það var kannski bara gamli tíminn sem var aftur eins og ég var að segja mig girðingarstrekkjaran. Við vorum bara ekki komin lengra og þetta samt þarna í kringum frá 2000 til 2016. En allavega á þessum tíma þá kem ég tilbaka inn á skrifstofu og ég var ekki með starfslýsingu. Ég hafði verið með starfslýsingu þegar ég var í starfi héraðsfulltrúa. Ég hafði ekki fengið starfslýsingu eftir það. Ekki með nýja starfslýsingu og ég náttúrulega fer að ræða við minn þá yfirmann þú veist hvað þetta að gera og ég meina nýkomin utan á þessu rosa dýnamíska umhverfi, getur ímyndaði fólk frá allra þjóðarkvikindi og bara búin að vera á svona fundum og hinum fundum hjá FAO sem í Róm og virkilega sprúðlandi spennt, frábært tengslanet í Evrópu og annað, en það var svona svolítið hvað heldur þú sért, þú veist, þetta bara upplifun. Það skilaboðin. Já, það eins og ég upplifði. Þetta náttúrulega bara þegar maður kemur úr svona heldur maður geti breytt öllu og kannski var þetta bara hans upplifun frá því að koma heim úr sínu doktorsnámi. En það var þumallinn á og engin starfslýsing, þannig að ég ákvað svolítið bara að búa til aftur, ég bara bý til það sem ég held og finnst að þurfa að gera hérna. Og þannig í Gunnarsholti endalaust af húsum. Minn gamli yfirmaður var ótrúlegur í þessu starfi. Hann ætliði 2, það ekki, í landgræðslunni? Já, reyndar frændans var þarna í millitíðinni af því að faðir hans lést af slysförum sem var landgræðslustjóri. Hann flytur í Gunnarsholt 2 ára, þannig að þetta líka æskuslóðir hans og aftur stóð sig frábærlega í að byggja upp og taka utan og vera alltaf einhvern veginn uppdeitaður í því sem hann var að gera. Og eitt af því sem hann gerði að byggði Gunnarsholt upp sem rosalega öflugt umhverfi. Og þar húsin sem tengdust Gunnarsholti og landgræðslunni sjálfri. Svo hætti Stóðhestastöð ríkisins sem var með húsnæði þarna rétt hjá. Pældi því, Stóðhestastöð ríkisins? Já, það voru svona vænlegir fólar í uppeldi á Stóðhestastöð ríkisins. Ég veit það ekki, ég ætla ekki að segja neitt það. Segðu það. En hann alltaf fékk það húsnæði og það var gert upp fyrir held ég að mestuleyti styrk eða heldur arf sem að landgræðslunni áskotnaðist frá aðila sem að vildi erfa, átti ekki ættingja, vildi erfa að landgræðsluna að sínu og Stóðhestastöðinni var breytt í safn landgræðslunnar. Landgræðslu safn? Já, og rosaflott safn, en ekki kannski mjög vel staðsett. Þar voru líka gerð herbergi, 5 skrifstofur, af því þá á þessum tíma var verið að byggja upp landgræðsluskóla, þá var þetta landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna, þetta hluti af þróunaraðstoð Íslendinga, núna þetta hluti af eitthvað sem heitir GRÓ og UNESCO. Þannig að þarna voru búin til líka 5 skrifstofur og allt gert upp á 10, það var ekki vandamálið. Svo voru líka laus húsin sem voru á Akurhól, þar sem gamla drykkjumannahæli ríkisins var hér einu sinni. Götusmiðjan stoppaði þar í einhver örfá ár, bara húsin voru svo léleg, þannig að landgræðslan fékk þetta allt. Og það voru gerði upp þarna 3 hús, bæði gamla hælið, rifin hluti af því og endurbyggt og lagað og 2 hús önnur sem voru starfsmannahús upp á hæð, þarna rétt hjá og annað hús sem þarna enn hjá, sem tengt þessu kombói. Allt þetta kom til landgræðslunnar líka og ég sá náttúrulega þarna frábært tækifæri að byggja upp þekkingarmiðstöð. Þú veist, með allt landi, þú veist, það eru fleiri hundruð ef ekki þúsundir ferkilometra af villaförnu landi sem hægt að fá fólk erlendis frá að kenna þeim og skilja hvað við erum að fást við í endurheimt vistkerfa sem þetta sem landgræðslan eru fást við. Þetta brjálæðislega stórt fyrirbæri á alþjóðavísu að því vistkerfi heimsins rulla farin og rofin og hnignuð og hvað veit ég og þetta svo stór loftslagsaðgerð í dag. Vernda líffræðilega fjölbreytni heyrum við oft, það lífríkið bara, passa upp á tegundafjölbreytileika, allan tegundafjölbreytileika. Þannig ég var alveg bara, þú veist, hér þetta, þú er búin að sjá svona fyrirbæri úti, bara yes!
Og ég var svo heppin að Sveinn kveikti, hann var alveg hérna, já, þetta er eitthvað sem við þurfum að gera. En það var ekki nóg. Það var svo mikið fyrirstaða innanhús í starfsfólk, öðru starfsfólki. Sko, afirunur og millistjórnendum sem voru á þeim tíma. Þannig að aftur, þá var þessi hugmynd kafsild áður en hún fékk í raun og veru rými til þess að tékka. Ég fékk ekki að tengja við samböndi mín erlendis og ekki neitt til þess að koma og prófa hvort við næðum þessu upp. En hvað var í veginum? Bara að því bara, eða? Já, sko, hver heldur þú að vilja ekki koma og dvelja hér og komast ekki neitt í burtu? Viðkomandi sem sagði þetta hefur hugsanlega líklega ekki átt að sjá hvað mikil ásókn í að koma til dæmis á Svalbarða í rannsóknarstöðina þar. Og hitt var, hver á að elda matinn og búa rúmin? Þannig að fyrirstaðan var algjör. Já. Þannig að millistjórnendur drápu bara hugmyndina í fæðingu. Já. Og hvernig leiði með það? Mjög illa. Þetta var bara einhvern veginn bara já en og einhvern veginn að því ég var alltaf að reyna að sinna og byggja upp og gera og sýna hvað ég gæti og þú veist, af því að þetta svo rakið og mikið að fara í erlendu samstarf á þessum árum, þannig kringum frá 2013 til 2016 en svo var ekki að setja þá á tímann sem ég þurfti á móti, af því ég var í fullri vinnu, en var ekki að sinna ritgerðina minni á móti að klára doktorsnámið. Það var alltaf einhvern veginn og svo var það alltaf svolítið þyngra í bakpokanum. Þannig að 2016 var ég rosalega þreytt á þessu öllu saman og langaði ofboðslega að fara að breyta til en það bara opnuðust engar hurðir aðrar. Þannig ég var rosa föst inn í þessu umhverfi. Ég fekk ekki framgang inn í landgræðslunni. Var það því að þú varst kona eða að því þetta er svona íhaldssamlega? Hvað er málið? Akkur fyrst ekki framgang? Ég veit það ekki. Og það er svolítið sama eins og ég er að horfa á fjölskylduna. Þú veist, bara mín upplifun var svo að sko mjög karllægt umhverfi landgræðslan á þessum tíma, frábært fólk, rosalega gott fólk, en ofsalega íhaldsamt og gamaldags umhverfi þar sem karllæg viðhorf voru mjög ríkjandi og já, ég upplifði að það var ekki ég var kona, að því ég heyrði og sá hvernig var talað samstarfskonur mínar af þá millistjórnendum og stjórnendum. Og þá tilfinningi þegar þú heyrir talað aðra á einhvern hátt sem að niðrandi á þann hátt að sko að hafa ekki það sem þarf til þess að sinna sínu. Þá hugsa ég, ef þetta er... Af því að voru konur? Já, mín tilfinning. Ég get ekki sagt annað en mína tilfinningu. Nei, þú upplifðir þetta. Ég upplifði þetta og þá hugsaði ég á móti, þú veist, þetta svona í mín eyru, hvernig það þegar ég ekki? Hvernig þá talaði mig? Meira hvernig svo ef einhver talar illa við þig aðra, talar líka illa þig. Já, mér fannst þetta rosalega erfitt, mjög erfitt. Og var að leita mér að útgönguleið, að því aftur, elskaði fólkið, elskaði þessa vinnu, en þetta umhverfi var ekki nærandi. Og var, bara leið ekki vel. Og þá fór ég að horfa út á við, fyrst að engin umsókn annað skilaði einu og sá að burt framtíð var auðvitað eftir fólki í málefnastarf. Og þetta er spennandi. Ekki búið með ritgerðina. Hér er eitthvað spennandi. Hérna er eitthvað sem til að hlusta á og sjá hvað þarf að gera með þessi mál sem snúa að umhverfis og loftslagsmálum, náttúruvernd og bara stóru mynd sem skiptir öllu. Og þar var tekið rosa vel á móti mér. Það var ofboðslega gaman. Frábær hópur af fólki með hjartað á réttum stað. Ótrúlegt. Og eitt leitt af öðru. Þannig að allt í einu var björt framtíð komin inn í ríkisstjórn. Jú. Óttar Proppé var hérna hjá okkur daginn. Óttar er frábær. Og ég var orðinn aðstoðarmaður þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra Bjartar Ólafsdóttur. Hún treysti mér fyrir því að koma með sér, við þekktumst ekkert á þessum tíma, en hún treysti mér fyrir að koma með sér inn í ráðuneytið og vera þá sú sem myndi taka svolítið loftslagsmálin og hjálpa henni að passa upp á að gíra þau upp. Svo var annar kollegi minn sem var líka og hann var meira þá í miðhálendisþjóðgarðsmálum, því að þetta voru svona þessi tvö aðal áherslumál hennar í ráðuneyti. Og þú getur nú rétt ímyndað þér hvað þetta var gaman. Að vera sko komin á þann stað að raunverulega geta haft áhrif á að fá hluti til að breytast.
ekki út frá því sem að ég vildi, heldur sem ég upplifði og þekkti og skildi á að gæti gerst og gæti orðið til að bæta aðstæðunar. Og allt í einu var ég komin í þá stöðu að ég var komin þá í launalaust leyfi aftur frá landgræðslunni og landgræðslan náttúrulega stofnun sem var undir þessu ráðuneyti. Þannig ég var svolítið núna þá í að horfa héðan og náttúrulega því í doktorsnáminu mínu var ég að greina sko frá stefnumótun út í vinnu í feltinu, hvernig stefna verður til sem tengist sjálfbærri landnýtingu og hvernig hún verður hvort að bóndinn fer eftir henni. Og ef ekki, hvað gerist þá í stjórnsýslunni og í stjórnkerfinu ef hann fer ekki rétt og verður að einhverju, hvað klikkar? Og allt í einu var ég komin hérna ofan og sá þetta allt ofan frá líka. Já, vá, hvað þetta merkilegt. Já, sílóin þarna, já, byrjun þarna, já. En svo náttúrulega bara sprakk ríkisstjórnin haustið og ég fekk bara hreinlega, held ég bara ég leyfi mér að segja, ég held ég bara fengi næstu í taugaáfall, eða bara alveg taugaáfall. Þetta var svo erfitt. Af því að allt í einu, yfir nótt, að allt sem ég ætlaði að gera og hjálpa til, ég var ekki ráðherra. Það var trúnaðarbrestur við Sjálfstæðisflokkinn sem að klauf þessa ríkisstjórn. Já. Og ég tók þetta svo nærri mér, ekki át frá sjálfri mér, heldur öllum verkefnunum sem að við vorum að vinna að og við vorum búin að hlaupa af okkur sko skóna þessa mánuði, þetta hálfa ár eða nei meira sem við vorum búin að vera þarna og það var allt í gangi. Björt var búin að sko lesa kveikja upp í ráðuneytinu og setja sko stóru gufuvélina sjálfbærni sko í gang og allir alveg bara rosa glaðir og ofsalega flott. Ég ætla bara að taka þaðan, bara vonbrigðin önnur og öðru leyti líka hræðileg en það var ofboðslega erfitt. Þannig aftur var ég komin eiginlega með skotta á milli lappanna aftur til landgræðslunnar og aftur fékk ég að heyra þegar ég var að reyna að miðla svo því sem ég mátti hvernig við getum bætt okkar vinnubrögð og annað slíkt, þá fékk ég aftur svolítið þumalinn á mig frá mínum yfirmanni, hvað heldur þú stjart við, það virkar ekki svona, kannski er þetta bara eitthvað í mér, ég hugsa náttúrulega mjög hratt, ég er mjög fljót að tengja og sjá og ég gef hugsanlega fólki ekki tækifæri til þess að fylgja mér, þannig að kannski tekur fólk þessu bara þannig að ég vilji stjórna öllu og ráða öllu, en það er ekki það. Það er bara, það er einhvern veginn þegar maður sér myndina fyrir sér, þú veist bara, hei, gerum þetta. Og ég kannski er búin að vera síðan þarna, þetta var 2017-18, síðan þarna er ég búin að æfa mig mjög mikið í að fara hægar. Bara myndu, þú veist, þó að þú hugsir svona hratt og setir hlutina þennan þátt, þá er ekki allir inn í bauknum þínum. Þannig að nú bara minni bita. En það var rosa erfitt að koma tilbaka, en á þessum tíma var líka búið að skipta landgræðslustjóra og nýr landgræðslustjóri gaf mér tækifæri á að taka við starfi sviðsstjóra og það var sem sagt hann auglýsti þá innanhús og við vorum tvær sem sóttum og bara faglega, mín menntun var þess eðlis og reynsla að ég var bara talin hæfari og það var ofboðslega gaman að komast í það hlutverk að takast á við það og var staðgengis landgræðslustjóra líka á þessum tíma. Vel gert. En það var svolítið erfitt því að þegar nýr landgræðslustjóri tekur við að þá allt aftur frábært fólk, þetta bara snýst stjórnunar hætti og stjórnunar mynstur og menningu, vinnustaða menningu og þegar þú ert búin að vinna hjá sömu stofnuninni sem við hafa haft sama forstjóra í meira en 40 ár, 43-4 ár, að þá verður þetta verður svona á einum stað svo vanvirkt umhverfi. Það verður svona botfallið. Já, það verður svona ákveðin, ég ætla bara að leyfa mér að segja það verður ákveðin dysfunction. Að því að þá læra allir hlutverkið sitt, þetta verður svona svo stór fjölskylda með öllum kostunum og göllunum sem fylgja því að vera fjölskyldur sem er orðin mjög meðvirk. Og þegar að upplifirðu landgræðsluna sem meðvirkan vinnustað? Já. Er það? Já,
Já. Og það var bara, stjórnunarhættirnir voru þannig, voru gamaldags, en aftur gott fólk og frábær yfirmaður. En þú varst komin í stöðu sem sviðsstjóri og staðgengill, gastu haft áhuga? Já, ég er að tala sko hvernig það var með fyrri forstjóra, svo var það forstjóraskipti og nýr forstjóri kemur inn með allt annan stjórnunarstíl og allt annar karakter en tekur ekki, hrossabrestin og hristir upp kerfið sem var til staðar. Þannig að hann gengur inn í gamla kerfið. Þannig að gamla kerfið kann ekki nýjan stjórnunarstíl, það kann ekki nýja boðleiðir, það kann ekki að það er alltaf farið í gegnum forstjóran, ekki í gegnum millilögin og það fór allt úr jafnvægi, fattaru. Alltaf, allir ekki reyna að gera sitt besta, en það fór bara allt úr jafnvægi. Og það var búið að vera rosa erfitt og í gegnum COVID og annað þá var þetta mjög mikil áskorun. Og að meðvirknin hélt áfram á þann hátt að það er ekki tekið á hlutum af því það voru vinasambönd líka til staðar. Og meiri segja inn í þá millistjórnendastiginu og það er rosa erfitt að eiga við það þegar þú ætlar á faglegan hátt að þetta snýst faglega hlutina, þetta snýst ekki persónunar, þetta snýst faglega hlutina að láta hlutina virka í vinnu umhverfinu. En þegar að persónu hlutin blandast alltaf inn í, þannig að þú ræðir faglega hlutin á einhverjum fundi, en svo er kallaklúbbur inn í því umhverfi sem er forstjórinn og aðrir millistjórnendur sem fara svo í veiðiferðir saman og kvenmenninir af þessum hópi eru ekki með. Þetta virkar ekki. Þetta er gamli skólinn. Já, þetta bara virkar ekki og þetta var ofboðslega erfitt. Og ég allavega sjálf, ég gafst upp á þessu. Ég hugsaði bara, ég er að koðna niður, ég næ ekki í gegn, þetta kemur út eins og ég sé alltaf þessi röflandi leiðilega. Mér fannst ofboðslega gaman að vera sviðsstjóri, mér fannst frábærlega skemmtilegt að fá að reyna mig á að vera stjórnandi. Ég fékk allavega mjög góða útkomu út úr könnunum innanhús og ég veit alveg að sumir voru ánægðari með mig og aðrir voru óánægðari með mig og eflaust aðrir bullandi óánægðari með mig. En það er bara hluti þegar þú vilt breyta einhverju til batnaðar, það tekur tíma en það er líka bara fucking erfitt, afsakað orðbragðið. En ég komst ekkert áfram inn í þessu að þetta var bara, breytingarnar voru bara ekki að ná þeim hraða sem við hefðum þurft að ná og ég varð svolítið undir. Og þegar maður verður undir í svona, þá verður maður að gera upp við sjálfa sig. Ætla ég að vera inni áfram og vera Don Quixote, eða ætla ég að skilja bara í góðu við gamla og inn í eitthvað nýtt. Og ég ákvaða að gera það og var svo heppin að fá nýtt starf. Þar sem að ég byrjaði sem framkvæmdastjóri loftslagsráðs síðustu áramót. Og sinni því í dag. Já, takk fyrir það. Og ég bý mjög að allar þessi reynslu úr starfinni hjá Landgræðslunni í svona langan tíma, öllu þessu góða en líka þessu erfiða. Og það gerir mig miklu sterkari einstaklingi í dag og ég skil fólk miklu betur kannski og viðbrögð og að ég er að læra líka miklu meira á einmitt að nota eyrun og hlusta og spurja, ekki fara of hratt hér, heldur staldra við og spurja og já, í nýju starfi er ég svolítið ein. Aftur og ein. Það er svolítið story of my life, en mér líður rosa vel í því, það er ekki að trufla mig mikið eins og er allavega að vera ein. Ég vildi óska þess að ég hefði fleira fólk með mér af því að þetta er bara svo mikilvægur vettfangur. En ég verð samt að segja að það er samt svolítið skrítið, ég réði mig sem framkvæmdastjóri hjá loftslagsráði. Býtum aðeins, stoppaðu. Þessi hljóð sem heyri, það er haglið að berja á hlíðin á húsinu á Konluborg. Það er ekki að því að Gunnar Bjarni er að fytta í hljóðtökunum. Þetta er bara, þú réðið sem... Ég réði mig sem framkvæmdastjóri að loftslagsráðs. En staðan er eiginlega ennþá svolítið svoleiðis að starfið mitt er eiginlega ekki alveg ennþá til. Nú? Það er svolítið gaman að segja frá því. Að ráðuneytið, umhverfis orku og loftslagsráðuneytið, þetta er þar í gegn.
Það með þann pakka hjá sér að þeir hluti af stjórnarsáttmála að efla og styrkja stjórnsýslu loftslagsmála og starfsemi loftslagsráðs og eitt skref í þeirri vegferð var að gera loftslagsráð alveg sjálfstætt frá ráðuneytinu. Þannig að það væri raunverulega ekki hluti af þeirra stjórnsýslu. Þannig að þegar ég byrja í nýju starfi, þá ráðið komið með kennitölu og svo á ég náttúrulega þá sem framkvæmdastjóri að halda utan fjármál og annað. En svo bara búið að vera svo mikið að vera í stjórnsýslunni, eflaust bara með þessum breytingum á öllum ráðuneytunum, með þessari ríkisstjórn, mikið álag á fjársýslunni, mikið álag á fjármálaráðuneytinu og annað. Þannig að við erum ekki ennþá komið með fullt sjálfstæði, þannig ég bíð spennt eftir hvað gerist í nýju starfi. Sko, ég sem gæði til bæ sem les fjölmiðla og svona, þannig það þá ekki til neitt sem heitir loftslagsráð, það bara nafninu til? Jú, það til. Það ekki orðin einn sjálfstæð eining? Nei, það ekki búið að klára að gera sjálfstæð einingu. Þetta búið að starfandi í mörg ár? Já, og það var alveg þannig, bara sem hluti af ráðuneytinu, en á síðasta ári var ákveðið að gera það sjálfstæðri einingu, ráðherra bara fór áfram með það og mjög flott, af því það þarf að vera þannig. Þetta svolítið eins og ríkisendurskoðun eða aðra viðlíka stofnanir, loftslagsráð í raunveru þannig starfsemi sem að þarf að geta verið á þeim stað að bæði að vera ráðgefandi en líka geta veitt mjög sterkt aðhald í loftslagsmálum hvað varðar stjórnvöld að þetta bara svo stór og mikilvægur málaflokkur og þannig það sett áfram inn í lögin. En þetta bara á leiðinni, ég bara aðal út frá sjálfum mér. Það alveg að koma loftslagsráð. Það loftslagsráð. Þessu orð eru sögð. Það loftslagsráð. Já, en það ekki fungerandi. Það bara ekki komin ennþá þetta sjálfstæði sem að skrifstofa ráðsins, þannig ég sem framkvæmdastjóri ekki alveg orðin framkvæmdastjóri ennþá. Ég mjög flókið? Þetta efni í nýjan þátt, alveg greinilega loftslagsráð. En svo fórst inn á þing. Tíminn að fljúga hjá okkur og mér svolítið að heyra þig. Já, það var svolítið skemmtilegt. Ég hélt áfram svo í pólitíkinni þegar Björt framtíðin bara hvarf eftir þessar kosningar til miður. Það mikill missir að þeim góða hópi. Og svo bankaði Viðreisn í öxlina á mér og ég fór að skoða hvað var að gerast hjá Viðreisn í þessum málaflokkum sem að ég var búin að vera að horfa á hjá Bjartri framtíð af því ég eina af þessum sem fer fyrir hugsjónin og hjarta bara hér þarf eitthvað að gera ég get kannski lagt eitthvað inn í það og Viðreisn var mjög til í að fá þessa orku inn í sína vinnu og ég fór að bólakaf í málefnastarfi með Viðreisn í umhverfis- og loftslagsmálum og var í framboði fyrir síðustu alþingiskosningar og ég varaþingmaður hér Suðurkjördæmis. Og það var í desember í fyrra, nýkomin jólafrí, 18. desember í fyrra. Rosa fegin, ég ætla að taka langt jólafrí hérna heima og 3 klukkutímum seinna hringdi í mig eftir ég lokaði tölvunni og stimplaði mig út jólafrí. Þórunn, þetta Bubbi, Guðbrandur heyrðu, ég kom með COVID og allir þingflokkurinn, þú var eiginlega að koma að við erum að kalla alla inn á mánudagi. Þannig að við náttúrulega bara klæddum okkur í hlaupaskóna, varaþingmenn Viðreisnar og komum inn á mánudeginum á eftir, öll ný og meðan allir þingflokkurinn lá í COVID. Þannig ég náði að halda jómfrúaræðina mína. Vel gert. Já, ég var rosa ánægð með það og mér fannst þetta skemmtilegt. Mér fannst magnað að standa í þessum sal og standa í þessari pontu þar sem að allt fólki sem hefur verið þar fyrir og sagt góða hluti og verri hluti, gert góða hluti og verri hluti í þágu þjóðarinnar, að mikil ábyrgð. Já. Mér finnst það þetta eitthvað sem það myndi vilja skoða? Þingstörf? Já. Já, ég nú oft búin að segja, nei, mér langar ekki verið þingmaður, nei, það nú ekki gaman, ég hef nú engin áhrif þar, ég get ekki notað röddina þar. Svo ég mikið búin að hugsa líka, nei, þetta ekki rétt. Ef ég get ekki notað röddina í þingsal, í þágu lands og þjóðar, rosa þjóðrembulegt, en enga síður, í þágu þeirra málaflokka, í þágu þeirra málaflokka sem ég brenn fyrir og það náttúrulega velferð landsins, velferð samfélagsins. Ef ég get ekki notað röddina þingi, hvar í ásköpunum held ég geti notað hana? Þannig já, mér langar inn að þing.
Já. Maður kemst ekki mikið hærra í goggunarröðinu en inn á þing. Ég meina að þar eru stærstu ákvörðanir teknar. Já, en ég er ekki Ef þú hugsað vilt breyta heiminum, Já, einhvers staðar. en ég er ekki að hugsa það, sko, það kannski verið fyrir mér sem ég hef þurft að tengja betur saman, að það er það að setja persónuna mig líka inn í það. Ég er alltaf með málefnin, að því ég brenn fyrir málefnin. Ég er miklu verri að tala fyrir sjálfa mig heldur en fyrir málefni. Þannig að mér finnst erfitt að selja mig sem kjósiði mig. Þannig að ég þarf að æfa með þessi því að því ég get líklega sagt kjósiði mig að því ég hef svo mikið fram að færa fyrir okkur öll. Ég þarf að æfa þetta. Þetta var flott framboðsræða. Hvetja til dáða. En hver er staðan í dag? Hvernig er staðan í dag? Hvert er þetta að fara og hvað er planið? Svona að þið verðum að loka metranum í hættinum. Hvað er planið? Er bara að halda. Ég bý í sveitinni. Þú býr í sveitinni. Ég bý í sveitinni með ástkærum eiginmanni mínum sem við fundum hvort annað hérna fyrir ekki mörgum árum síðan. 5 árum síðan bráðum og sem betur fer. Ég veit ekki bara hvar hann var búinn að vera allan að tíma. Halda mér ekki hérna á beinubrautinni. Hvernig náungi er það? Frábær náungi, en óttalegur tréhaus, alveg eins og ég. Þannig að það er... En hann er myndalegur? Það er mjög myndalegur. Og getur pósa gáfulega? Mjög gáfulega. Mikið rosalegt leiðir. Mér finnst hjónabandið okkar ekkert ganga neitt rosalega vel í þessu 12 orðum. En þú spurði mig hvert ég væri að fara. Já, ég er að fara áfram bara... Er ég á leiðinni líka? Við erum á leiðinni saman. Já, hvert erum við að fara? Það er einu sem er alveg öruggt í þessu lífi, að ég veit það ekki. En við erum á leiðinni eitthvað skemmtilegt saman. Við erum hérna í okkar umhverfi, í þessu yndislega húsi hérna á Gölnuborg. Ég í mínu vinnuumhverfi er ætla að láta til mín taka áfram hjá loftslagsráði og byggja það upp og fá elementin þar til að virka. Ég er með rosalega flott þess formann og varaformann og það er sérst verið að skipa nýtt ráð, þannig ég bind miklar vonir við að ég sem framkvæmdastjóri geti látið verkin tala rætt og vel. En svo mér langar að láta heyrast í mér og hafa áhrif og ég svona hugsa hvort að ég taki ekki slaginn aftur inn í pólitíkina þegar að það opnast fyrir næsta kjörtímabil. Þannig að já, bara ég held að það sé leiðin. Bara vel gert, Þórunn Wolfram, Dr. Wolfram. Ástkær eiginmaður. Ástkær eiginkona. Og gaman að fá þér í settið heima hjá þér og okkur. Og hérna, ég held að áhorfendur séu löngu búin að fatta það, skilju. En mér finnst saga eins og athyglisverð að mér fannst að varð að taka þessa sögu upp og leyfa fólki að heyra. Takk fyrir að koma í þáttinn, drífa allavega upp á svið heima hjá þér. Ég þakka þér fyrir og mér langar kannski bara að loka orðin inn í þetta. Að hérna til okkar allra og bæði sem er að hlusta, til ykkar allar sem er að hlusta, að þú veist það er allt hægt. Ekki láta segja ykkur að það sé ekki hægt. Það var ofta komin að því. Ég læt ekkert segja mér. Og ef það er ekki hægt, þá snúið þið bara frá því að gera eitthvað annað. En prófa fyrst. Já, og látum þetta vera að loka orðin. Við erum að ræða þetta eftir þáttir, þetta nýjasta einslega. Hvað er að borða í kvöld? Hérna, takk ykkur fyrir að horfa, þér eða ykkur. Og þið getið senda okkur mail á tyratid.is, haft samband okkur þar, ekki ennum Facebook eða einhvers þar. En takk fyrir að horfa og ég minn ykkur að fullt á öðru þáttum inn á tyr.is sem er þess virði að kíkja á. Takk fyrir. Takk fyrir komuna. Takk.